Og áfram höldum með föstudagsþáttinn. Nú það Norðurstrandarleið sem opnar með pomp og prakt 8. júní og þær eru komnar til mín Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands og Katrín Harðardóttir, verkefnastjóri. Velkomnar. Takk. Takk. Það bara gleði í kortunum. Já. Allt að gerast. Ef þú byrjar að segja mér, Arnheiður, þessi Norðurstrandarleið, hvaðan þessi hugmynd komin? Hún komin í rauninni úr mörgum áttum. Þetta svona algjörlega ekta grasrótarverkefni sem voru nokkrir aðilar í mismunandi sveitarfélögum að vinna með svona alls konar hugmyndir ferðamannaleiðir. Og þeir voru búin að vera í nokkur ára að skoða þessu hugmynd og síðan fyrir tæplega 3 árum þá var ákveðið að steypa þeim hugmyndum saman í eina stóra og fara að reyna að finna út svona hvað væri sérstakt við þá leið og hvernig það væri best að útfæra hana og fenginn verkefnastjóri, hún Kristjane okkar, hefur verið að halda utan þá vinnu og sem sagt úr þessu var síðan Norðurstrandarleið og þessi þróun sem búin að vera í kringum hana. Já, ég sé fyrir mér. Ég veit! Strandlengjan, þetta hlýtur að hafa verið pínu svona aha moment þegar einhver fattaði þetta. Ég veit það ekki. Jú, eða mörg aha moment sko, af því að þetta var sko Arctic Circle Route var svolítið svona stórt fyrst og en mann vissi alltaf samt að vildi fara ströndina sko, vildi tengja þetta einhvern veginn við heimskautið og síðan var það var svona svolítið moment þegar menn föttuðu sko hvar leiðin sjálf átti að liggja sko og annað síðan þegar nafnið kom á ensku og svo enn eitt að finna nafnið á íslensku. Hvað er nafnið á ensku? Arctic Coastway. Coastway, já. Og þetta er alveg frábært því að sko áður en þetta var opnað formlega þá þetta komið bara á topp 10 lista hjá Lonely Planet yfir eftirsóknarverðustu ferðaleiðirnar. Já, áfangastaði Evrópu. Já, í Evrópu. Já, eru þær í 3. sæti og það er bara frábært. Og hvernig stendur á því? Veit það einhver? Já, þetta er markaðssetning. Þeir hafa verið að fylgjast með hvað er að gerast á Íslandi, verið að leita einhverju öðru á Íslandi og einhverju nýju og þeir fylgjast með þróunarvinnunni. Fá fréttir af henni reglulega. Þetta er ekki búið að fara fram í reykfylltum bakherbergjum og einhver leyndarmál, þið hefur verið að láta vita af þessu allan tíma. Já, þetta er ekki þannig að maður getur sendið inn tilnefningu og fengið svo útnefningu, heldur þetta bara það hafa margir komið að þessu verkefni, mjög stór hópur, nokkur hundruð manns í rauninni komið að þróuninni og bara hver með svona sitt sérsvið og sína sér þekkingu og allir þessir aðalar er að láta vita. Og þannig bara. Og þetta ekki svolítið þannig að hugmyndin að þetta verði að vera nálægt sjónum, þú ert ekki að fara mikið inn í landið í þessu tiltekna ævintýri? Nei, þetta í rauninni byggir á nálæginu við hafið. Þannig að við erum að keyra eftir norðurströndinni, keyra skagan okkar, Vatnsnesið, Skagan, Tröllaskagan, Tjörnesið og Melrakkasléttuna út á Langanesið og það er í rauninni þessi leið sem við förum, þannig að þetta eru aðrir vegir en venjulega, en þetta byggir líka á því að þú sért að fara hægt og njóta og fara út í bílnum. Það á ekki að vera bara akstur. Katrín, hvernig ef að fólk ætlar að fara þessa leið, hvernig finnur það upplýsingar hana og hvernig veit það nákvæmlega hvar þessi vegur liggur? Já, við erum að opna nýja heimasíðu á morgun, vonandi, fyrir hún í loftið, arcticcoastway.is og þar setjum við inn allar upplýsingar leiðina, það er kort og bæði sumar- og vetrarkort, því leiðin er náttúrulega mismunandi, hvort þú ert að ferðast á sumri eða vetri. Fjallvegir eða eitthvað? Já, ekki já. Þannig að það er svona, og ýmsar upplýsingar og samstarfsfyrirtæki sem eru að vinna með okkur, þau fá sinn sýnileika þar inni og já, þannig að það er væntanlega besta leið. Þetta er ekki þannig að þetta er skiltuð leið einhvern veginn, nei, ekki alltaf Norðurstrandarleiðin einhvern veginn þannig, þetta er meira svona kannski þú lestir til þetta og finnur einhverja GPS-punkta eða hvernig Jó, hún er náttúrulega, þú veist, merkt, já, það er búið að merkja hana núna, þannig að það er alveg viss sigur. Já, þú getur gert það. Og hún hefst og endar við Hvammstanga á Bakkafjörð, þú veist, byrjar sig hvoru megin sem er. Þannig að, já, og þú keyrir eftir þessari merktu leið sem við erum fögnum mjög. Kannski getum við fengið mynd undir viðtalið þar sem við sjáum veginn, við getum aðtuga það, hvort við finnum einhverja mynd af því, til að skreyta viðtalið. Algjörlega. En maður var svo forvitin. Og hvað á að gera núna 8. júní, segið þið? Já, við ætlum að opna veginn formlega á morgun. Klippa borða þá eða? Við ætlum að klippa borða, við sem sagt báðu þessa staði, Bakkafjörð og Hvammstanga og svo bara að reyna að fagna meðfram strandlenginni og sveitafélögin eru flest öll að taka bara virkan þátt í því sem við erum að gera. Þannig að það verður meiri hátíð á Bakkafirði eftir klippinguna þar sem það verður svona farið rölt gamla bæinn og fara að tala uppbyggingu á gömlum húsum og bóði verið fiskisúpa og sýning á handverkum og svona. Svo verður hægt að fara í gönguferð út á Hraunárnatanga sem er nyrsti tangi landsins. Það verður klukkan 1 og Kópasker verður líka með hátíð hjá sér, fjöruhreinsun og pilsupartí.
Svo erum við með á Grenivík, opnar nýr áningastaður klukkan 2 og það verður létta veitingar í búið þar. Hvaða áningastaður er það? Hann heitir sem sagt það sem vegurinn endar. Já. En þau eru búin að vera að byggja upp bara rosalega fína og flotta aðstöðu á Grenivík sem þau ætla svo víja og opna formulega á morgun líka. Já. Þannig það verður mjög skemmtilegt. Er það gisting eða veitingastaður eða allt í bland, veistu það? Nei, þetta er í rauninni bara áningastaðurinn sjálfur og með upplýsingaskiltum og... Já, þetta er úti kannski bara. Já. Það sem við vorum eldar. Svo eru Akureyri líka og þau verða með það verður opið hús hjá Nökkva, þetta kynna sér starfsemina þar og þau verða með djassa niður á Oddeyrarbryggju og Húni fyrir að sigla, við sögum sigling með Húna klukkan 11. Fullt að gerast. Það er fullt að gerast. Þú erum bara komið til Akureyrar. Já, ég ekki að klára. Jú, fara vestur líka. Svo verður í Hrísey, það verður líka fínt að taka ferjun út í Hrísey klukkan 9:30 í fyrramálið og byrja klukkan 10 að hreinsa fjörur og enda í grillpartí þar. Og Fjallabyggð verður líka með, þau verður líka með strandhreinsun klukkan 11 og dorgveiði og þetta er svona tengjast bara sjónum eins mikið hægt er. Og það verður líka hellingur að vera í á Sauðárkróki? Já, þau ætla að vera með jóga í fjörunni. Já! Það verður skemmtilegt, öðruvísi. Og svo verður líka á Skagaströnd. Þar verður gönguferð fjöruna með líffræðingi. Þannig að áhugavert að hafa líffræðing að labba með sér þar og skoða lífið. Og gönguferð Spákunnfellshöfða með leiðsögumanni líka. Svo ætlaði að hafa skrímslasögur í Spákunnu Hofi og miðnættigolf á Púttvellinum. Fullt að gerast. Alls konar, já. Og Hvammstanga, það er hinn endin á leiðinni. Það er hinn endin, já. Og þar verður borðaklippingar og kaffihlaðborð og ball kvöldið með Albatross. Já. Svo er náttúrulega samstarfsfyrirtækin okkar að taka virkan þátt með opið hús og alls konar tilboð og afslætti og þannig að... Það verður spennandi. Vitum við eitthvað hvað erum að fara út í, hvernig trafikkin verður? Það var bara allt eftir að koma í ljós, eða hvað? Við vitum að hún verður mikil, það er en á allt eftir að koma í ljós, en við vitum allavega erlendi ferðamenn að senda okkur fyrirspurnir reglulega og erlendi fjölmiðlamenn, þannig að það er mikill áhugi. Er þetta þá ekki svona er þetta ekki svona fólk í sínum eigin prívatferðum, eða er þetta líka rúturhaldiði, svona litlar rútur? Þetta er í rauninni hvoru tveggja, sko. Við erum að leggja áherslu á svona litlar ferðir. En þetta eru bæði þá einkaaðilar og svo eru þetta líka ferðaskrifstofur erlendar sem eru byrjaðar að selja í þessu ferð og íslenskar sem eru byrjaðar að selja svona ferðir, þannig að þetta er í rauninni alls konar. Ég sé bara til hamingju með opnunina á morgun og bara áfram Norðurstrandaleið. Takk.